á fætur. It is found in Hebrews 11, verse 16. Það í Hebreabréfinu 11. kafla 16. vers. In English, it says, "But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them." Það hljómar þannig: En nú þráðu þeir betri ættjörð og himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. For our hymn of adoration, let us sing, "This is my Father's world." Please remain Svo syngjum standing. við Sálm 67. Hvíldardag sem við njótum. As we start to listen to your word, við nú hlýðum á orð þitt. Please open our hearts and minds. Viltu ljúka upp hjörtum okkar og huga. Help us to focus our hearts and mind in listening to you. Og að við möttum einblína og einbeita okkur að því að skilja þitt orð. May each one of us be blessed. Megum við öll njóta blessunar. Bless our speaker. Vertu með ræðumannum okkar. Touch her tongue. Og hafðu áhrif á hana. Speak to her. Og talaðu til hennar. That she may speak to us. Að hún geti tjáð sig og deilt hugsunum með okkur. The bread of life. Í sem brauð lífsins. Forgive us, Lord. Við biðjum Drottinn. In Christ's name we pray. Í Jesú nafni. Amen. Before our speaker will go to speak to us, let us hear a message in song by Jenny. Jenny ætlar að syngja fyrir okkur áður en við hlustum á ræðuna.
morning and happy Sabbath again. Góðan daginn og góðan hvíldardag, Ami, góðan hvíldardag. Thank you for the message and song. Takk fyrir boðskap í söng. We have been blessed this past week, to have our week of prayer. Við notið blessana í þessa undangengnu viku, það verið bænavika. And our topic this morning, our message this morning, Og boðskapurinn sem við höfum í dag will be the last Sabbath of our week of prayer. og þetta svona síðasti hvíldardagur bænavikunar hjá. So, the title of our message this morning is Efnið þetta, Beyond the Second Coming. Fram eftir endurkomuna. Það sem gerist eftir endurkomuna. Living for the glory that awaits. Og það að lifa fyrir þá dýrð sem býður okkar. And this message is based on the Great Controversy by Ellen G. White, chapter 42. Og þessi boðskapur svona byggður svolítið á bókinni Deilan mikla eftir Ellen White, kafla 42. And our text this morning is found in Hebrews chapter 11, verse 16. Og við lesum í Hebreabréfinu 11:16. So I will read it in English. Þetta á ensku. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. En nú þráðu þeir betri ættjörð og himneska, þess vegna blygðaðist Guð sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Let us bow down our heads for prayer. Biðja saman. Almighty Father, Himneski Faðir, we thank you for the sacred time to worship and hear your word. þökkum þér fyrir þennan heilaga tíma sem við getum hlusta á þetta orð As we reflect on your message, og hjálpa okkur til þess að hlusta á þitt orð beyond the second coming, það sem gerist eftir endurkomuna. please open our hearts to understand your promises. Viltu opna hjört okkar til þess að við skilja fyrirheit þín And strengthen our faith in Christ's soon return. og viltu styrkja traust okkar og fullvissu endurkomu þína. May your spirit guide every word spoken, Mætti andi þinn leiðbeina hverju orði sem borið er fram hér, and draw us closer to you. að laða okkur og draga okkur þéttar til þín. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni biðjum við. Amen. Amen. We often speak about the second coming. Við tölum oft endurkomu Krists It is the climax of our Christian faith. og þetta svona hápunktur okkar kristnu trúar. But Sister Ellen G. White reminds us En Ellen White minnir okkur á that the story does not end there, að sagan endar ekki þar, but it begins there. að þá byrjar hún í raun. Beyond the return of Christ lies the home of the redeemed. Eftir að endurkomu Krist þá kemur heimkynni hinna endurleistu The New Jerusalem sem Nýja Jerúsalem and the joy of eternity. og fögnuður eilíðarinnar. Today we look beyond the clouds of glory Og það sem við gerum í dag að skoða fram eftir ský dýrðarinnar. to see what God has prepared for those who love Him. Að skoða það sem Guð hefur undirbúið fyrir þá sem elska hann. So let me have with you 6 points of what is beyond the second coming. Og þið ætla að hafa 6 atriði sem það sem gerist og verður eftir endurkomuna.
First is the eternal inheritance of the redeemed. Og það fyrst hinn eilífa arfleifð hinna trúið. In Hebrews chapter 11 verses 14 to 16 says, Og í Hebreabréfinu 11:14-16 stendur: people who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they left, they would have the opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for God has prepared a city for them. Það stendur á íslensku: þeir sem slíkt mæla sýna með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Hefðu þeir haft í huga ættjörð sem þeir fóru frá, hefðu þeir haft tíma til þess að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð og himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Brothers and sisters, Bræður og systur, heaven is not a vague dream. Himnaríki ekki bara einhver draumur. It's a real place. Raunverulegu staður. A restored earth filled with life and beauty. Jörðin sem endur sköpuð fullt af ljós og dýrð og fegurð. In Revelation chapter 22 verse 1 and 2 says, Ópeningabókinni 22. kafla fyrstu 2 versin stendur: the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Down the middle of the great street, the city, on each side of the river stood a tree of life, bearing 12 crops of fruits, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are the healing of the nations. Það stendur: og hann sýndi mér móður lífsvarsins, skæra sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og Lambsins eftir miðju stræti borgarinnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Í hverjum mánuði ber það ávöxt sinn. Blöð trésins eru til lækningar þjóðanna. The heavenly shepherd leads us flock to the fountains of the living water. Og hinn himneski fjárhirði leiðir hóp sinn flokk sinn að hinu lifandi vatni. The tree of life yields fruits each month. Og lífsins tré gefur ávöxt á hverju mánuði. The leaves brings healing to the nation. Og laufið gefur lækningu þjóðum. There are crystal rivers, peaceful plains, and majestic mountains. Það eru stórkostleg fjöll og þarna yndislegt vatn, fljót sem rennur, kristalli. A home for the ransom of the Lord. Og þetta heimili fyrir þá sem hefur frelsaðir af frelsum Drottins. So as we can see, let us try to imagine how beautiful heaven is. Og við verðum bara einhvern veginn að ímynda okkur hver undursamlegir þessi hlutir eru. Think of a weary traveler. Hugsið ykkur einhver ferðalang sem honum þreyttur. When finally reaching his home, þegar hann að lokum og endanum kemur í heimili sitt, with the lights on, þar sem birta the family is waiting, og fjölskyldan bíður hans, they are waiting happily. Þau eru fagna yfir honum. That's a picture of heaven. Það svona mynd af himninum. It's give us the redeemed homecoming. Og það verið að bjóða okkur velkomin heim. The second point is the new Jerusalem. Og næsta atriði sem við erum með, það nýja Jerúsalem. The city of God. Sem borg Drottins. In Revelation chapter 21 verse 2-3. Og í Ópeningabókinni 22. kafla vers 2-3 stendur:
Let me read it in English. And then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice of the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with him, and they will be his people, and God himself will be with them and be their God." Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásetinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. The New Jerusalem is the capital of the new earth. Og nýja Jerúsalem höfuðborg ríkis drottins. A crown of glory in the hand of the Lord. Svona fögur borg í höndum drottins. If we can imagine, there are lights that shine jasper, clear as crystal. Og við erum að ímynda okkur ljós sem skína og skýrt sem kristall. The nations of the saved walk in the light. Og þjóðir hinna frelsuðu munu ganga í ljósinu. Kings will bring honor unto it. Og konungar munu koma og veita þeim lotningu. And in Isaiah chapter 65 verse 19 it says, Og Jesaja 65, 19 stendur, I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and crying will be heard in it no more. og ég mun gleðjast yfir Jerúsalem og fagna yfir þjóð minni þar sem aldrei framar heyrist grátur og kvein. The tabernacle of God is with men. Og þarna tjaldbúð Guðs nú á meðal manna. God himself will be among with his people. Og Guð sjálfur mun vera með fólki sínu. The greatest joy of heaven is not the golden streets, dear brethren. Og stærsti fögnurinn í nýju Jerúsalem ekki gullnu strætin. But it is God's presence. Miklu frekar návist Guðs. We often long for a peace, beauty and rest. Við þráum frið og gleði og hvíld. But the deepest longing of the soul is to be with God in heaven. En það stórkostlegasta við það að fá að vera í nánd Guðs, návist Guðs. Heaven is home. Þetta himneska heimili. Because God is there. Vegna þess að þar það sem Guð býr. And the third point is, what will it be like? Og í þriðja atriði, hvernig verður þetta allt saman? In Revelation chapter 22 verse 5 it says, Í 22. kafla í Ópenbókinni 5. versi stendur, there will be no more night. They will not need the light of a lamp, of the light of the sun. Það stendur, nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa hvorki lampaljós né sólarljós því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. So imagine there will be no light, there will be no darkness, it's all light. Ímyndið ykkur, það verður aldrei neinn myrkur, það verður alltaf ljós. We don't have night there in heaven. Það ekki nótt á himni. There is no fatigue, no darkness, no pain. Það engin þjáning, engin þreyta, engin myrkur. The Lord gives them the light. Það drottinn sjálfur sem gefur þeim ljós. The Lamb himself is their radiance.
og landið sjálft sem gefur okkur byrtu. And brothers and sisters, Og there bræður og is, systur, there is no temple in heaven, það ekkert musteri á himnum, because the whole city is filled with the presence of God. því að öll borgin full af nærveru drottins. The redeemed will see him face to face. Og þeir frelstu munu horfa á hann og sjá hann augliti til auglitis. No veil and no distance. Það ekkert þar á milli, það opið. Imagine when we face our God, we will be with him. Ímyndu ykkur að við horfumst í augu við drottinu og við verðum með honum. With no hindrances, we can talk to him Og það face to face. það ekkert sem hindrar okkur, það ekkert þar á milli. Við horfum á hann augliti til auglitis. And every relationship there will be pure. Og öll tengsl þar verða hrein. Every fellowship is holy. Öll samvistir eru heilar. The family of heaven and earth will be united with everlasting joy. Og fjölskylda Guðs verður þarna í gleði og eilífum fögnuði. Think of the sunlight breaking through a cloudy morning. Ég myndi okkur þetta eins og að við séum að birtan komi fram í skýjuður morgunsári. The moment of brightness and warmth Það þegar tímabilið þegar kemur hlýja inn og birtan, will now be multiplied into thousandfolds. að það magnast margfalt. That is the light of God's presence. Það ljós, dýrðar og návistar Guðs. It never fades. Það verður aldrei, það dregur aldrei úr því. Point number 4 is the joy and the growth of eternity. Og næsta atriði það gleðin og vöxturinn í eilíðinni. Heaven is not idleness. Og himnaríki ekki eitthvað það sem enginn gerir neitt. It's a creative of a learning activity and growth. Það mikið að vera, það ekki skortur á athöfnum. Every faculty will develop, each capacity increases. Og hæfileikar okkar munu allir vaxa og þroskast. The redeemed will explore the mysteries of creation and redemption. Og þeir endurleistu munu skoða og kynna fyrir sér bara mikilvægi sköpunarinnar. Learning will not be exhausted. Og við munum ávallt geta lært meira og meira. Knowledge, love, and happiness will be increasing forever. Og þekking og kærleikur og gleði mun aukast stöðulega. The more men learn of God, Því meira sem fólk kynnist Guði, the greater will be their admiration to his character. og þeim mun meira mun þau gleðjast yfir eðli hans. Brethren, if you love learning, Að yfir fólk, ef að þið fagnið yfir lærdóm og aukinni þekkingu, creating and discovering, að skapa eitthvað og uppgötva eitthvað hluti. imagine that it will be like without sin, without fatigue, without limits. Og ímyndið ykkur, það verður án syndar, verður án þreytu, að við má ávallt haldið áfram. Heaven is a place of endless adventure in the presence of God. Og himnaríki stöðug vöxtur á dýrð Guðs og þekkingu á Guði. The fifth point is the joy of worship and the end of sin. Og fimmta atriðið, það gleðin yfir tilbeiðslu og endalok syndarinnar. In Revelation chapter 5 verse 13 says, Og það stendur í Ópenbararbók 5. kafla 13. versi. Then I heard every creature in heaven and on earth, under the earth, and on the sea, and all that is in them, saying, To him who sits on the throne and to the Lamb,
be praise and honor and glory and power forever and ever. Það stendur, þá heyrði ég að allt sem skapað á himnum og jörðinu og undir jörðinu og hafinu og allt sem í þeim tók undir og sagði honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lof og heiður, dýrð og kraftur allar aldir. The blessings and honor and glory and the power unto him seated upon the throne. Að það lof og tign honum sem situr á hásætinu. The great controversy is ended. Og það lokið, hinn miklu deila sem hefur átt sér stað í heiminum nú á enda. Sin and sinners are no more. Synd og syndarar ekki lengur til. The universe will be clean. Alheimurinn verður hreinsaður. In Revelation chapter 21 verse 4 to 5. Og í Ópenbókinni 21, 4 og 5 stendur. It says he will wipe every tears from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki framar til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Sá sem á hásætinu sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta orðin trúu og sönn. Imagine from the smallest atom of the greatest world. Ímyndið ykkur í minnsta frumeind í alheiminum. All declares God is love. Og allur alheimurinn lýsir því yfir að Guð sé kærleikur. One pulse of harmony beats through creation. Það allur alheimurinn andar nú einingu og kærleika. All is light, life and gladness. Það allt sem líf og gleði. And point number 6 Og is sjötta atriðið kemur fram hér. the final lesson. Það síðasta sem við lærum. What is the final lesson? Hvað það síðasta sem við lærum? Kynjum. God is love. Að Guð undursamlegur kærleikur. The story of redemption closes with a peace and perfect unity. Og saga endurlausnarinnar endar með friði og fullkomni einingu. Every questions of doubt and pain will be answered in the light of God's love. Og allar spurningar sem koma fram þjálningu og erfiðleika verður svarað fullkomlega að Guð kærleikur. What begins in the rebellion in heaven, Það sem hófst með uppreisn á himni it will end in restoration. mun nú enda með enduruppbyggingu. Heaven's anthem forever proclaims, Og að því að alheimurinn lýsir því yfir, for him who created all flow of life hann sem skapaði allt líf í heiminum and the light of gladness. og ljós gleðina. Brethren, Bræður og systur, in conclusion, í lokin, I want to tell you that heaven is not a fantasy. og mér langar þess að undirstrika að heiminin ekki bara einhver ímyndun. It's a promise of reality. Heiminin raunveruleg sönnun og vissa. God didn't only die to forgive our sins, Jesus dó ekki eingöngu til þess að fyrirgefa syndir okkar. but he died to bring us home. Hann kom til þess að kalla okkur heim til sín. Beyond the second coming lies a home prepared for you. Og
Og hinum megin við endurkomuna þá stendur þar heimili sem bíður og undirbúið fyrir þig for me, og fyrir mig and for all of us. og fyrir okkur öll. A place where love never ends. Að staður þar sem elskan og kærleikurinn endar aldrei. Today, God invites you to make that hope of your own. Og í dag þá býður Drottinn þér og okkur öllum að gera þetta raunverulegt fyrir okkur. The question is, Spurningin are you ready to meet Jesus? ert þú reiðubúinn til þess að taka við Jesú? Are we ready to meet Jesus Erum við tilbúin til þess að taka við honum and live for him and live with him forever og lifa með honum ávallt in the world beyond second coming? í heiminum sem verður hinum megin endurkomuna? A call to commitment, dear brethren. Og hér kall til helgunar. Choose today to renew your faith. Veldu í dag að endur nýja trúðina. Live now as the citizen of the coming kingdom. Og lifum í dag eins og við séum borgarar í einum eilífa konungsríki Guðs. Let your life, our life, reflect the hope of eternity. Mætti líf okkar og gjörðir endurspegla þessa von eilíðarinnar. Are we ready to face Jesus? Erum við reiðubúin til þess að mæta Drottni okkar? Are we ready to go home? Erum við reiðubúin til að koma heim? Are we ready for beyond what is second coming? Erum við tilbúin til að taka við því sem hinum megin endurkomuna? Let us bow down our Við heads. skulum biðja saman. Our gracious, eternal Heavenly Father, Hinn eilífi himneski Faðir, we thank you for the message we have just heard. við Drottni við þökkum þér fyrir boðskapinn sem við höfum nú heyrt. A reminder of gracious hope and what is await beyond the second coming. Að endur nýja og við séum mynd á þessa stórkostlega von og það sem mun koma eftir endurkomuna. Heavenly Father, please grant us the faithfulness to walk in you. Drottni hjálpa okkur og gefa okkur trúmennskuna að ganga götuna með þér. Steadfast hope in your promise. Stöðugt sannfæringu þín loforð And the heart that is prepared for your return. og hjarta sem undirbúið fyrir endurkomu þínu. May your grace sustain us. Megi náð þín styrkja okkur og endurnýja. Your peace abide with us. Og friður þinn vera ávallt með okkur. And your spirit guide us until we see you face to face. Og andi þinn leiðbeina okkur þangað til að við horfumst í augu við þig og andi augliti til augu þig. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni biðjum við. Amen. Amen. Thank you, Jen, for that very wonderful message. Thank you for giving everybody that there is something to look forward. Takk fyrir boðskapinn. Takk fyrir að minna okkur á það eitthvað sem við væntum og erum að bíða eftir. Let us move forward in our faith, Við höfum halda áfram í trú okkar that we can have the privilege to be with Jesus að við fáum að nota þess að vera með Jesú in the New Jerusalem. í nýju Jerúsalem. Okay, for our anthem of assurance, our closing song, Lokast salmur okkar. may I request everybody to stand and let us sing Við skulum rísa á fætur og syngja. hymn number 214, Salmur 214. Lift Up the Trumpet. Trumpet, we have this. I give up the Burns
þátt í Guðsjónastinni í dag. Thank you for sharing your talents to serve the Lord today. Takk fyrir að deila talentum ykkur í því að lofa Drottnin í dag. Our service has been great and beautiful. Það var yndislegt að vera með ykkur. To Jenny Lynn as our speaker, Ennilinn þakka þér fyrir ræðuna Jenny for playing the piano and for rendering the special number. og þakka þér Jenny fyrir að syngja með okkur og spila fyrir okkur And of course for Eric for translating og fyrir þýðinguna the English to Icelandic. og ensku til íslensku. And of course all of you Og all þið sem eru hér í dag who came today and worship og komu hér til þess að tilbiðja með okkur, with us. að tilbiðja með okkur í dag. So our visitors, Og líka þeir sem eru í fyrstu að koma að heimsækja okkur hér í dag. thank you for joining us. Hjartans þakki fyrir að koma. The door of our church is always open. Og dyrnar á kirkjun okkur eru ávallt opnar. And we would love to see you again next Við Sabbath. viljum endilega sjá okkur sem oftast. Okay, after our service, Og eftir að við erum verið hér í kirkjunni, we have a simple refreshment. þá erum við með smá máltíð hér á eftir. Feel free to come Svo endilega komið að vera með okkur. and let's have fellowship together. Og við skulum borða saman. Eric, can you please pray for the benediction? Já. Við skulum þá rísa á fætur og taka blessun Guðs. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni.